Kæru útskriftarnemendur, útskriftardagurinn dagur gleðinnar og stoltsins af farsælum verklokum. Dagur nýrra markmiða og nýrra væntinga. Það að hafa náð takmarki sínu og klára þessa áskorun veitir ákveðna innri vellíðan. Öll þekkjum við hversu gaman að sigrast á verðugri áskorun. Menn fá oft aukna orku þegar þeir sjá fyrir endan á takmarkinu og innri gleðin þegar markinu náð ólýsanleg og ég vona að þið séuð að upplifa það í dag. Þessi síðasta önn hefur svo sannarlega verið eftirminnileg og reynt á. Hún hófst á hefðbundinn hátt og fólk gerði áætlanir hvernig ljúka mætti prófum og ná þannig settu marki. Í einu vetfangi var öllu umturnað og nemendur sem ætluðu sér að vera í hefðbundnu námi voru þess í stað komnir í fjarkennslu og öll samskipti við kennara orðin rafræn. Segja má að fjórða iðnbyltingin svokallaða hafi skollið á fyrirvaralaust. Þessi breyting gerði ríkar kröfur bæði því kennara og nemenda. Nú þurfti að meta þekkingu og þjálfa færni og hæfni nemenda á annan hátt en áður. Þetta hvatti kennara og nemendur jafnframt til að prófa nýjungar og vera skapandi í lausnum. Skólahúsnæðið stóð að mestu tómt en kennarar og nemendur sinntu kennslu og námi að heiman. Í þessu fólust samt ákveðin tækifæri. Þið urðu að tileinka ykkur ný vinnubrögð, treysta meira á eigin getu og sýna meira sjálfstæði í vinnubrögðum til að sigrast á þessum áskorunum. Þið sem hér eruð stóðust þessa áskorun og eruð að útskrifast. Þið ekki að leyna að þið hafið farið margs á mis á þessari síðustu önn ykkar. Ekkert skemmt í kvöld, engin dimmisjós og þið fenguð ekki tækifæri til að kveðja samnemendur ykkar og starfsmenn eins og venja og þið voru búin að búa ykkur undir með kaupum á búningum. En kennsluhættir í stöðugri þróun og skólastarfið hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár. Við leggjum áherslu á að allir geti lært og viljum skapa ólíkum hópum tækifæri til náms. Megin atriðið að hjálpa hverjum og einum að nýta hæfileika sína til hins ítrasta svo árangur náist. Þær aðstæður sem sköpuðust á þessari önn urðu til þess að kennarar þurftu að breyta áherslum, tileinka sér ný vinnubrögð, nýja tækni og nýja siði til að mæta breyttum aðstæðum og að mínu mati tókst það vel. Það samheldinn og góður hópur starfsmanna hér við skólan sem hefur metnað fyrir hönd nemenda og vilja til að sækja stöðugt fram. Það meðal annars þessum góða starfsmannahópi að þakka hvað skólinn í dag. Og ég vil nota tækifærið og þakka kennurum og öðru starfsfólki fyrir þeirra góða starf og umburðarlyndi því án samstilts átaks hefði þetta ekki tekist. Því samt ekki að leyna að svona fjarkennsla hentar ekki öllum og einhverjir nemendur heltust því miður úr lestinni. En hverjar verða mögulegar afleiðingar af þessari kórónuveiru? Við aðstæður sem nú uppi, vaxandi atvinnuleysi sem misskipt eftir atvinnugreinum og landshlutum og hálflamað athafnalíf brýnt að verja auknu fé til menntunar eins og verið að gera. Nauðsynlegt að fólk geti sótt sér menntun óháð bakgrunni og efnahag. Öll misskipting skaðleg og getur leitt af sér fáfræði og skert lífsgæði. Við þurfum öflugt menntakerfi sem skapar jöfn tækifæri fyrir ungt fólk og veitir því tækifæri til að þroska hæfileika sína. Það ánægjulegt að stjórnvöld sé að leggja aukið fjármagn í menntun.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja mun til að mynda bjóða upp á sumarskóla sem stendur þeim opinn sem vilja nýta sér það tækifæri til að afla sér meiri menntunar, flýta fyrir sér í námi og styrkja sig hvort heldur til frekara náms eða til að auka getu sína og fjölhæfni í starfi. Sama gildir ykkur, kæru útskriftarnemar, verið vakandi fyrir þeim tækifærum sem á vegi ykkar verða og ykkur bjóðast. Skólaganga snýst menntun og þroska og þeirri göngu þarf að sýna virðingu. Hafið hugfast að brauðskráning ekki námslok, heldur áningarstaður á langri leið þar sem menn velta framhaldinu fyrir sér en lífið sjálft samfelldur skóli. Skólagangan á að vera eins og ferðalag sem þú vilt eiga góðar minningar frá. Jákvæð samskipti, stuðningur og gagnkvæm virðing geta auðveldað ungmennum að takast á við hvers kyns áskoranir. Við erum nefnilega ekki bara einstaklingar, heldur líka hluti af stærri heild. Samfélagi. Skólinn endurspeglar samfélagið og hér fá nemendur að kynnast ólíku fólki sem stefnir í ýmsar áttir. Þessi fjölbreytileiki eitt af því sem þroskar og styrkir þá til framtíðar. Að tilheyra slíku samfélagi í sem gefandi og krefjandi en farsælt samfélag byggist á gagnkvæmri tillitssemi okkar hvert við annað, bæði í orði og gerðum, eins og berlega hefur komið í ljós undanfarnar vikur. Og á sama hátt munum við komast út úr þessu veiru ástandi. En dáið allt án drauma, segir skáldið á einum stað. Það hefur lengi verið draumur okkar hér í skólanum að fá viðbyggingu til að auka við vinnu og félagslífi nemenda. Því það þarf ekki bara að huga að námslegum þörfum nemenda, heldur þarf einnig að hlúa að félagslegum þörfum þeirra og efla tengsl milli þeirra. Nú hillir loksins undir að þessi draumur okkar verði að veruleika, því fyrradag voru opnuð tilboð í verkið og vonandi verður hægt að vígja þetta nýja rými við útskrift hér að ári. Með tilkomu þess mun félagsstaða eða félagsaðstaða nemenda batna til mikilla muna. Vonandi alið þið öll í brjósti ákveðna drauma, vonir og þrá eftir einhverju. Það hins vegar ekki bara lokamarkmiði sem gildir, heldur það leiðin sem við förum að þessu markmiði. Við kynnumst mörgu nýju á þessari leið, áhuginn breytist og þá breytast markmiðin. Þannig lærum við meðal annars. Kæru útskriftarnemendur, hver draumur ykkar? Þið skuli láta ykkur dreyma, stóra drauma, ekki bara það þið verða eldast við drauma ykkar. Ef þið gerið ekkert, þá getið ekki búist við að draumar ykkar rætist. Trúið á drauma ykkar og fylgið þeim. Trúið á hæfileika ykkar og nýtið þá. Draumar ykkar og markmið munu móta líf ykkar. Verið áræðin og leyfið ykkur að dreyma stórt. En það kemur ekkert upp í hendurnar á ykkur af sjálfum sér. Þið þurfið að vilja og þið þurfið að þora og hafa trú á ykkur sjálf. Ég vona að þessi tími ykkar hér í FS hafi verið skemmtilegur en jafnframt gagnlegur og þroskandi. Og þessi lokaönn verður örugglega eftirminnileg fyrir ykkur eins og okkur starfsmenn. Á þessum árum eignast menn oft góða vini og svo vinátta varir alla tíð. Verið dugleg að rækta vináttuna eða eins og Davíð Stefánsson orti: hverju sem ár og ókomnir dagar að mér víkja ekkert betra en eiga vini sem aldrei svíkja. Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér en verið tilbúin. Látið aldrei mótlæti í lífinu bug ykkur, gefist aldrei upp. Umfram allt verið jákvæð. Fylgið samfæringu ykkar og verið sjálfum ykkur
samkvæm. Sýnið tillitssemi í umgengni við aðra, verið heiðarleg, bæði gagnvart sjálfum ykkur og öðrum. Ekki lofa einhverju sem þið ætlið ekki að standa við. Umfram allt, njótið lífsins og verið hamingjusöm. Fyrir hönd skólans þakka ykkur ánægjulega samfylgd og óska ykkur velfarnaðar í lífi og starfi. Til hamingju með daginn. Takk.